strax frá einu í annað en ég held að það er bara perfekt eiginlega við fyrir strax í hitt. Það sem ég ætla að kenna ykkur núna er það sem heitir inducement eða það sem við notum fyrir turtle soup. Turtle soup er bara það að við seljum leið og markarinn tekur buy-side liquidity eða við kaupum leið og tekur út sell-side liquidity. Inducement er einfaldlega að induca fólk í að kaupa eða selja. Þetta svolítið fer gegn bankanum, markarinn fer í einhver átt svo að aðrir bankar kaupa en í raun og veru er þetta vitlaust leið. Markar indúsar báðum megin að markarinn liggur við á sama tíma eins og við sjáum hér að fyrir þetta dæmi að markarinn tekur út sell-side liquidity til að indúsa fólki að kaupa, svo leið og tekur út buy-side liquidity þá selur það. Þess að fólki sem að fór long hérna, þeir sem fóru long hér í einhverja svona átt kannski, þau verða svo stoppu út þegar markarinn kemur tilbaka, þannig að leið og markarinn kemur til aftur hingað þá verða þeir tekin út, en í raun og veru er rétta leiðin að selja hérna uppi. Þetta er svolítið til að trikka fólk í að kaupa í raun og veru þegar við erum að leiðinni niður. Markarinn vill hafa sem flesta inni eins stutt og það getur. Sem sagt að þegar markarinn er að hrynja eða á bullandi leið upp þá er hann einfaldlega að reyna að ná sem flestum út eins hratt og hann getur. Markarinn er bara það, hann reynir að stoppa sem flesta. Markarinn er alltaf á móti þér, hann er aldrei með þér í liði, hann vill alltaf ná þig út. Það er ástæðan okkur stopplossið stundum er tekið út aðeins of hratt þegar í raun og veru markarinn er ekki búinn að fara leiðina sem hann ætlar að fara. Það er örugglega ástæðan þú hefur séð þegar þú ert að treyta að þú ert stoppar leið og tekur treyt, en svo fer markarinn beint í áttina sem að þú ætlar að fara nú þegar í. Þannig að ekki bara það að þú tapaði pening, heldur líka að þú tapar því sem þú hefði getað grætt. Það er ástæðan okkur við tölum að hafa stopplásið aðeins stærra en í raun og veru, frekar þá að minnka contract size-in í staðins fyrir að vera að fara full in, vera að stoppa strax og svo TP hit, fattu þið. En hvernig inducement virkar er að þetta er aðalega kringum breakout trader sem eru bankanir, þeir treyta breakouts, að þegar hvernig breakout virkar er að þegar markarinn er að fara upp og niður að þeir bíða eftir að markarinn fer aðeins upp og leið og hann er búinn að því og kerti lokar þá kaupa þeir hérna uppi. Stoppera er eitthvað stær hér eða hér, þú veist, ég kann ekki alveg breakout en þú veist, þetta er hvernig það virkar, þeir kaupa svo strax en svo mun markarinn einfallega bara hrynja leið og hann er komin í þetta breakout. Þannig að, leið mér að eyða þessu snöggvast. Að hvernig það virkar er að markarinn tekur út í þessu tilviki sell-side, fer svo upp í buy-side og heldur áfram niður. Þetta er hvernig wick-off er byggt í kringum sem að ég mun kenna örugglega síðast. Wick-off er kennt síðast því að það er lang mikilvægast inn í þessu öllu. En þetta er einfallega hvernig wick-off structure eða wick-off structure virkar, er að það byggist á inducements og turtle soups. Besta væri ef ég myndi teikna hérna IS snöggvast. Það væri þá einhvern veginn svona afsaka þetta svona í ástæðan okkur ég er að kenna þetta strax eftir SMT er að þetta virka langbest að segjum hérna að við erum með NQ og IS. Þetta virka langbest ef það er SMT á milli þessara báða. Ég nefnir ekki að breyta línunum að því það er rétt, þannig að bara þetta eru SMT línuna hér. Að fyrir okkur er langbest að selja eða skortselja leið og markarinn tekur út buy-side liquidity í þessu tilviki er út af því að það er SMT á milli IS og NQ, er að IS tók ekki út þetta high sem vorum aðalega að leitast eftir. Að sjálfsög er best að skortselja á IS en ég treyta bara NQ þannig að við skulum halda áfram að byggja okkur upp á því. Markarinn byrjar á því að gera þetta sell-side breakout, þannig að fólk fer að selja, það fer svo aftur upp, stoppar fólki sem að voru að selja nú þegar og leið og þeir fara að kaupa aftur leið og markarinn komið fyrir ofan til dæmis þetta buy-side liquidity eða jafnvel þetta ef ég stækka þetta aðeins, þá mun hann fara réttu leiði sem hann ætlaði nú þegar. Þannig að hann byrjar að hrynja fleiri eru komnir inn, þannig að þeir sem að voru að treyta þetta töpuðu liggur við tvisvar í röð. Þeir selja þegar markarinn breykast út hér og þeir kaupa þegar markarinn breykast út hérna. Þannig að þeir eru stoppaðir tvisvar í röð
sem væntanlega skelfilegt fyrir breakout tradeara, en fyrir okkur smart money concepts tradearar, við vitum aðeins nú þegar. Þannig að þegar það kemur að því að finna inducement að bíða eftir að þegar breakouti kemur að við þurfum meira displacement, við þurfum sterkari drop. Þetta væri rétt trade ef að droppið væri einhvern veginn svona, að þetta væri töluvert langt niður, en ef þetta bara eitthvað svona slíkt, þá þetta einfallega inducement, að induca fólk í að kaupa eða selja. Það virkilega erfitt að spotta inducements, ég verð að viðurkenna það, þetta bullandi vesen og erfitt að fylgjast með, en ef maður hefur þetta í huga einhvers staðar aftan á hnakkanum á sér, að við vitum þá að ef að markarinn ætlar á leiðinni niður, þá þarf hann fyrst að taka fólk út eða fá fólk inn í shorts, stoppa þau út og selja svo aðeins hærra uppi. Ekki bara það að við fáum betra trades, þess að betra entry í staðans að selja hérna niðri, þá erum við að selja hérna uppi. Heldur að fleiri detta út, meiri peningur inn í markaðinum, en þá sneggri leið niður. Þannig að það ástæðan okkur við sjáum þetta risa drop leið og við tökum út þetta buy side liquidity með SMT. Það langbest að hafa SMT á milli, það þarf ekki, en það langþægilegast fyrir okkur. Að það svo mikill peningur byggður upp í þessu pushi hérna, eða þessu uppleið hér, að þegar við loksins fáum þetta turtle soup eða buy side liquidity rate, við vitum að þetta inducement líka í longs, þannig að við seljum. Að sjálfsögðu mjög gott liquidity eitthvað hérna niður eða hvernig það byggt upp á, en við vitum þá að selja hérna uppi langbesta leiðin til að ná öllu þessu. Við fáum þetta harkalega dropp tilbaka niður sem bara perfect. Ég skal reyna að finna eitthvað gott dæmi við þessu, þannig að bíða aðeins. Hérna erum við með bara liggur við nákvæmlega sama dæmið, að við fáum þetta reaccumulation heitir þetta, consolidation heitir þetta og þetta þetta inducement. Við sjáum að markaðurinn fær þetta breakout loksins, þannig að fólk fer að kaupa hér, það stoppar alla, kemur tilbaka í þetta sell side liquidity og bulla sig svo aftur upp. Þetta liggur við að nákvæmlega sama og ég var að sýna ykkur áðan, nema akkurat öfugt. Ég var að sýna ykkur skortseljandi, skortseljandi mynd, en í þessu tilviki þetta kaupandi. Þannig að hvernig þetta virkar að við fáum þetta consolidation, við fáum loksins þetta inducement, að fólk heldur að markaðurinn sé að fara upp, þannig að einhver mun kaupa. Segjum að stoppið sé bara, ég veit ekki, hér eða einhvers staðar, jafnvel bara hérna niðri, skiptir ekki máli. Að fólk fer að kaupa í þessu breakouti, markaðurinn stoppar alla út, þannig að, ok, kerti loka fyrir neðan þetta swing low hérna, þannig að, ok, við skulum selja bara stoppið hérna uppi, ég veit ekki alveg hvað stoppið ætti að vera fyrir breakout tradera, en segjum bara hérna uppi og þeir stoppið aftur, þannig að í raun og veru þeir mistu af rétta múvinu út af því þeir voru of gráðu upprúlega. Þetta hérna einfallega inducementið, fá fólk inn, þetta hérna líka, fá fólk inn, en í raun og veru þetta turtle soupið long, að við myndum kaupa hér. Þetta svona hvernig breakout tradeara virka, þeir eru stoppar aftur og missa af öllu múvinu sjálfu, en við sem smart money, við svolítið sjáum það nú þegar. Þannig að ástæðan af hverju við myndum ekki vera að kaupa hérna út af því að markaðurinn byrja svolítið að hægja á sér hérna uppi, hann heldur sér hérna uppi alveg korter, sem eitthvað sem við viljum ekki sjá þegar við erum að kaupa eða selja. Þannig að leið og markaðurinn opnar hérna klukkan 9:30, við drullum okkur upp, fáum fólk til að kaupa, við erum svo stallandi hérna í alveg korter, drullum okkur niður og það þá rétta leiðin, eða rétta atvikið til að kaupa. Þannig að ef ég opna bara í snöggvast, það væri þetta hér, já, og við sjáum að við höfum SMT, jafnvel, já, notum þetta hérna frekar, SMT hérna á milli, svona. Þannig að við fáum akkurat þetta inducement hér, fólk fer að kaupa, ekki góð hugmynd, því að við erum alltof lengi hérna uppi, við drullum okkur aftur niður, tökum út þetta sell side liquidity sem perfect turtle soup fyrir okkur, fáum SMT á milli NQ og IS sem gefur okkur til greina að þetta perfect staður fyrir markaðurinn að fara í raun og veru upp. Besta leiðin til að hugsa þetta að markaðurinn mun fyrst fara í áttina sem þú vilt að hann fari, hann fer svo í akkurat öfuga átt og vilt að hann fari og þá getur þið keypt. Þannig að ef þú vilt kaupa, þá
þá skaltu bíða eftir að þú færð þetta endorsement, bíða eftir að markarinn drulli sér tilbaka og kaupa svo þegar flestir eru stoppaðir út. Þetta er svona perfect trade. Ef að þú skildir kaupa inn í þessu ójafnvægi hér eða fyrir value gap, ef þú skildir kaupa hérna og þú myndir svo vera stoppaðir út, það sem ég myndi segja við þig er að kaupa aftur. Því að þetta, þú veist, ef þú sérð að þetta er að gerast akkurat núna og þú varst einfallega fastur inn í þessu endorsementi, þú veist, ekki vera of leiðilegur eða leiðileg við þig, þú veist, þetta gerist, en mitt ráð til þín að ef þú sérð, og það meina ég að þú bara ert að sjá þetta gerast í raun og veru, að þá skaltu kaupa aftur. Ef þú sérð þetta ekki gerast og þú varst stoppar út og þú sérð ekki þetta endorsement eða þetta Wyckoff structure sem að ég mun kenna lengra niður, ef þú sérð ekki þetta vera gerast, þá skaltu ekki kaupa aftur. En ef þú sérð að þetta var einfalt endorsement, þú dast óvart inn í það, ekkert mál, kauftu bara aftur á þessu turtle soupi, sjáðu SMT myndast, sjáðu fólki vera stoppað út og kauftu svo aftur og haltu treytinu eins lengi og getur, því að þú sérð svo leið og þetta gerist, þá höldum við áfram bara bullandi reiðil restina af deginum. Markarinn lokar hér, þannig að ef að þú skildi vera svo heppin að þú myndir kaupa hérna niðri, gerum þetta raunverulegt, svona cirka, stoppið væri bara, ég veit ekki, eitthvað starf hér kannski, ég held að þetta sé þægilegur staður, þú myndir þá, förum allar hérna tilbaka þar sem markar endar og segjum að þú myndir selja, þess að kaupa allt tilbaka, leið og markarinn lokar, þú myndir samt ná 11,19 risk reward og segjum að þetta verður starra stopp, kannski ég myndi setja stoppið mitt hér cirka, þá er þetta samt 8,55 risk reward. Þannig að ef þú myndir halda frá því að þú keyptir á þessu punkti, sem er allalega að lokun markaðar, sem er mjög ólíklegt, en ef það skildi gerast þá er það samt 8,5 risk reward, en ef þú væri einfallega að sækjast í buy-side liquidity, það er reynda bara liggur við að nákvæmlega sama stað, akkurat hérna, þá ertu samt með, segjum 7,8 risk reward. Þetta er hvernig endorsement virkar og hvernig við notum SMT í hjálpið að finna endorsement. En þetta vídeo þarf ekki að vera lengri þetta, sama heima og í síðasta myndbandi, opni markaðinn og reyna að finna nákvæmlega þetta gerast, reyna að finna þetta endorsement til að stoppa fólk, reyna að finna hitt endorsementið til að stoppa fólk og loksins rétta leiðin. Það sem ég meina með er þetta mun gerast fyrst, fá fólk inn, stoppa þau svo út, fá fólk inn og svo stoppa þau út. Þannig að þetta er, þú veist, í þessu tilviki upp, niður, upp, sem sagt buy side, sell side, buy side. Og það sama akkurat öfuga, ef þetta væri hinum megin, þá væri þetta sell side, buy side, sell side. Sem sagt, niður, upp, niður. Þetta er hvernig við notum endorsement til að finna turtle soup, sem sagt bestu leiðina til að kaupa að selja. Þetta er miklu einfaldar þetta lítur út, ég veit að getur mjög erfitt að skilja þetta þegar, en ef að þið farið og gerir heimavinna að sjáu þetta gerast á ykkar markaði, sannið fyrir ykkur þetta virkar, þá munið þið læra þetta töluvert hraðar. En þetta var endorsements og turtle soup, ég heiti Ásmundur Ari, betið þess en gott að pissa, takk fyrir mig.